Workplace eflir samskipti á vinnustaðinu þínum. Með spjallinu, persónlegri fréttaveitu og fjarfundum getur þú og þitt teymi komið hlutunum í verk. Workplace reikningurinn þinn algjörlega aðskilinn frá Facebook reikninginu þínum. En skoðum þetta betur. Hópar eru kjarninn á Workplace. Þar koma teymi saman til að vinna verkin. Með notkun hópa sparast tími sem annars færi að lesa gegnum pósthólfið þitt. Það þægilegra að vinna í hópum en að senda fjölpóst. Í hópum lögð áherslu á umræðu. Segjum að þú sért í verkefnahóp. Öllum upplýsingum í tengslum við verkefnið deilt með meðlimum hópsins. Búðu til nýtt innlegg til að hefja umræðu. Bættu við ljósmynd, myndbandi eða skjali til að fá viðbrögð hjá öðrum í hópnum. Sett upp könnun til að fá skjót viðbrögð við hugmyndum. Daglega ertu að setja inn innlegg í ólíkum hópum, svara þráðum eða líka við innlegg frá öðrum. Allir meðlimir sem nefndir eru með nafn í innleggjum frá skilabóðum, þar sem óskar eftir því að þeir taki þátt í umræðum. Viltu vita hver að lesa innleggin þín, við hvert póst skráð, hverjir hafa séð umræðuna? Leitað að hópi til að sjá hvað hefur verið sett á vegginn. Það frábær leið til að fá svör við algengum spurningum sem nýliðar í hópnum spyrja gjarnan Stofnaðu hóp fyrir verkefnateymið þitt, skrifstofuna, fyrir skokkópin í vinnunni eða hvað sem þér dettur í hug. Oftast stofnað þú opin hóp sem allir geta orðið meðlimir í. Notaðu opna hópa til að spyrja spurninga í tengslu við vinnuna eins og nýjar áherslur, þjálfun eða þróun í ákveðnum málaflokkum. Þú stjórnar aðgangi að hópunum sem þú býrð til. Búðu til lokaðan hóp fyrir teymi sem að vinna að ákveðnu verkefni. Allir geta óskað eftir aðgangi aðeins meðlimir sjá innihaldið. Síðan eru leynilegir hópar sem aðeins meðlimir og kerfisstjórar vita af að séu til. Þessa hópa á nota fyrir viðkvæmar vinnuupplýsingar, öryggi gagna mjög mikilvægt og það þú sem stjórnar hverjir hafa aðgang að hópunum þínum.